Hvert einasta orð sem að þú talar út orka, kraftur, máttur og orðum þínum fylgir vald og sköpunarkraftur og þess vegna svo mikilvægt að þú vandir vel hvað ert að tala út inn í þitt líf, inn í þína heilsu, inn í þinn líkama og inn í þínar kringumstæður. Ert að tala myrkur, óheilbrigði, sjúkleika, ógæfu, streitu, kvíða, mannlegan eða ert að tala ljós, miskunn, kærleika, frið, árangur, velgengni og veljan. Þú hefur valið og þú hefur vald. Og þegar við skoðum Biblíuna þá sjáum við að hún full af mjög djúpum og afgerandi boðskap orðin okkar og tungun okkar og kennir okkur að hafa taumhald á tungun okkar og kennir okkur hvað afleiðingar það getur haft ef við erum óvarfæri orðum. Og mig langar til að lesa þetta nokkuð vers í 17. kafla í Orðskviðunum. Það segir í 27. versu áfram: Hygginn maður orðvar og skynsamur maður fá orður. Jafnvel heimskingin virðist vitur þegjan og skynsamur loki hann vörum sínum. Og í Síraksbók í 23. kafla þar segir í 7. versi og áfram að stjórna tungu sinni. Hlýðið börn á orð mín taumhald á tungu. Sá sem þess gætir fellur eigi í gildru. Af orðum sínum syndarinn fangaður og hrokafullum lastara verða þau til falls. Til eru orð sem varða dauða, megi þau aldrei heyrast í arfleifð Jakobs. Tem þér eigi gróft og léttúðugt tal, því að í slíkum orðum syndin. Og þarna verið að vísa í það að við hafa taumhald á tungu okkar, af því að við getum lagt snöru og gildru fyrir okkur sjálf með því að tala óvarlega og með því að tala út myrkur. Og í Predikaranum 10. kafla segir í öðru versi: Orð af munni viturs manns yndisleg, en varir heimskingjans vinna honum tjón. Erum við að vinna okkur sjálfum tjón með því hvernig við erum að tala og hvað við erum að tala inn í okkar líf? Við þurfum að hafa þetta í huga og síðan langar mig að lesa þetta eitt vers enn. Og það í Síraksbók í 21. kafla 16-17. vers og það segir: Orðræður heimskingja lýja eins og klyfjar á langferð, en yndi að hlýða á vitura orð. Og þannig verið að vísa til þess að orðin okkar orka, kraftur, og ef við erum að tala út myrkur og neikvæðan kraft og neikvæða orku og óheilbrigða, þá erum við að burðast með þetta, þá þetta eins og klyfjar á langferð og við erum að sligast undan þessu, við erum að burðast með risastóran bagga eða byrði af þessari neikvæðu óheilbrigðu orku út af því sem við erum að tala út. Og það skiptir svo mikið máli að við séum tilbúin að breyta því sem við erum að segja og velja að tala út heilbrigði og ljós.